Jæja, Jókalli, þetta voru kannski ekki úrslitin sem þú vonaðist eftir? Nei, alls ekki, en þetta var frammistaða okkar skapi. Við vorum búin að tala um það núna eftir fyrstu 3 leikinn að við vildum mæta inn í leikja mikið meira krafti og hafa meira sjálfstraust og trúa því sem við vorum að gera og strákarnir í dag voru bara mörgu leyti mjög flottir og við sköpuðum okkur fullt af góðum tækifærum og það var ágæð og grind í okkur og framlagið vinnusemina sem strákarnir voru tilbúin að leggja inn í dag var bara nokkuð gott, þannig að margt sem við getum byggt á en auðvitað úrslitin drullusveikjandi. Þú veit, Úlfur bara dauðafæri bara strax á fyrstu mínútu, hefði það mögulega breytt leiknum? Já, auðvitað og svona við vorum kannski pínu líka klaufar. Við vitum alveg að Káringarnir eru góðir þegar þeir tapa boltanum og pressa aftur og við ætluðum okkur að nýta það töluvert betur. Það var eitthvað að mörkunum náttúrulega voru þannig, þú veist, hjá þeim að í endurpressinu, í rípressinu að þá unnuðu boltan aftur á okkur og refsuðu og það var eitt atriði þarna í fyrri hálfleik sem ég var virkilega svekktur með þegar við vinnum boltan og það er brotið ítrekað á Róberti Huga og Arnar Leifir einhvern veginn leiknum að fljóta, þeir taka okkur boltan og bruna upp og skora, þetta átti hlutir eftir að gerast en ég veit ekki, það voru komin svona 5-6 leikmenn í kringum Robba og ég skil ekki alveg hagnaðinn í því mómenti, þannig að það voru móment í leiknum sem við höfum alveg getað komist yfir og auðvitað hefði það verið töluvert þægilegra fyrir okkur í leiknum að refsa Káringunum aðeins meira í upphafi en þeir eru náttúrulega stórhættulegir og þeir þurfa ekki mörg færi, þeir skoruðu eiginlega úr öllu sínum færum í fyrri hálfleik þannig að svo fengu þeir færi í seinni. Það var kannski þegar við vorum farnir að sækja mikið meira og ætluðum að taka meiri sénsa og vorum svolítið, við vissum að við erum opnið tilbaka en okkur vantaði mark í stöðunni 4-2 þannig að við reyndum eins og við gátum og sköpuðum nokkur stöður í seinni hálfleik en við náðum ekki skora og Jökull gerði náttúrulega virkilega vel í nokkur skipti til þess að verja markið okkar líka þannig að flottur leikur og Einmitt, og talaðu um þetta atvik sko, nú er ég búinn að skoða það ítrekka endursýningu og ég get sagt þér að þið voru með boltann í heilar 6 sekúndur eftir að hagnareglunni var beitt. Já. Og svo náttúrulega hann Tómas umkringdur, missir boltinn fyrir aftur Aron Sig. Þannig að 6 sekúndur ekki nóg til að beita, til að þið fáið að njóta vafans af hagnaðinum? Það er náttúrulega bara mat dómarans en það er engin regla það hvað boltinn þarf að vera lengi í leik eftir hann beitir hagnaði. Hann má dæma á þetta hvenær sem sko. Þannig að það er engin regla, það er ekki eins og á æfingum eitthvað 6 sekúndar regla eftir að vinna bolta. Það er bara, Arnar hefði bara að meta stöðuna þannig að Róberti gat sáralítið gert í þessari stöðu með fullt af Káringum í kringu sig. Þannig að ég hefði bara viljað fá brotið að það var engin hagnaður í þessu fyrir okkur. Ég skil þig. Sko nú var líka mín upplifun að þið byrjuðu leikinn rosalega að miklu krafti, pressuðu hátt, allir að hlaupa, svo dróð svolítið úr ykkur, það er eins og þið væru þreyttir. Það er náttúrulega ekkert eðlilega mikil orka sem að fer í að pressa Kári því að þeir eru svakalega góðir í sínu uppspili og geta bæði sparka langt og náttúrulega spila stutt, þannig að það fer ansi mikil orka í það og menn voru tilbúin að hlaupa mikið og leggja hart að sér og auðvitað hefði það breytt leiknum eins og við tölum áðan. Ef við höfum skorað fyrsta markið, það hefði alveg breytt stöðunni ansi mikið ef við gefum okkur meira tækifæri til að liggja aðeins þétta tilbaka. En eftir að fengið á okkur fyrsta markið þá erum við líka bara ansi flottir að ná að jafna snemma og koma okkur aftur inn í leikinn og sýndum alveg grimt í því. En við lentum líka í pínu brasi með lönguboltana, Eiður er öflugur frammi og þeir eru með fljóta menn í kringum hann. Við vildum fara hátt og ætluðum okkur að þora að fara hátt en við vorum líka klaufar í varnarleiknum þegar þeir komust inn fyrir okkur og aftur fyrir okkur þegar við ætluðum og vorum alveg með menn til þess að loka stöðunum í því þannig að það var svona pínu svekkjandi en að mörgu leyti margt jákvætt. Einmitt. Svona alveg að lokum nú glugginn á miðvikudaginn. Nú hefur nú frændi þinn verið orðaðið við liðið svona að láni frá Víkingi. Getur eitthvað sagt mér um það? Það er rosalega erfitt að vera að nefna einhverja leikmenn sem eru á samningsbundin öðrum liðum en við vitum alveg að það eru leikmenn að úti í íslensku deildinni sem eru rósóttir og við erum alveg að skoða það hvort að réttu típurnar sem við erum að leita séu ósáttir einhvers staðar annars staðar og vilja jafnvel koma til okkar og þá munum við fara alvarlega í það. Akkurat. Heyrðu, bara takk kærlega fyrir viðtalið. Takk fyrir.